Í verkefnum 2 og 3 ætlum við að nota Hono sem er Fast Lightweight Built on Web Standards og það er svona Web Application Framework þar að segja. Það leyfir okkur að leysa þessi klassísku verkefni sem öll vefforrit þurfa. Það er routing, hvernig get ég tekið við HTTP requestu og kert einhvern kóð á mótinni. Templating, hvernig get ég búið til HTML template og senda út. Og svo eitthvað svona static rendering eða svona static hlutir eins og CSS og eitthvað svona komið upp í hýsingu og gert eitthvað alls konar. En við ætlum bara núna að skoða hvað það er og fara hérna í Get Started. Hono eða Flame in Japanese, logi. Simple, small, ultrafast web framework built on web standards. Það er svona aðal sem að er mjög næs við þetta er það að þegar við erum að nota request og response þá er það request og response bara eins og það er staðlað í JavaScript og í stöðlum og í ef ég fer núna og ég fletti upp einhverju hérna mdn request, þetta er ekki rétt skrifað hjá mér en endur réttu staða, að þá er þetta hérna request interfaceið sem Fetch API notar og þetta er sama interfaceið og Hono notar og sama fyrir response. Þannig að við erum í raun að læra á bara staðla sem er frábært. Við erum ekki að læra á eitthvað svona ég er Hono og ég er að nota request sem að mér finnst vera miklu betra en staðlaða request og það er svona næstu því eins en samt öðruvísi og betra finnst mér en síðan lærið þið það og fara að nota sem request og þá er ruglast maður og þannig er það svolítið í Express. Express er það gamalt svona á svona vefforritunar tíma og það er að hérna nota svona næstu því staðlað request og næstu því staðlað response. Þá getum við séð bara hérna, það er bara að nota eitthvað cache, headers og allt þetta hérna og allt sem við getum flett upp hér á bara að gilda það sem við erum að gera í Hono. Og Hono er líka með leið til að setja upp TypeScript strax og svona guides fyrir alls konar verkefni. Þannig að við getum séð hérna validation, testing, JSX sem við ætlum að nota, helpera, svo eitthvað svona best practices og eitthvað svona. Þannig að það er fullt í skjölunni hérna sem er þetta að nota. En ég ætla bara svona keyra þetta hérna til að tala eins í kringum það hvað er það sem að kemur með Hono í grunninn. Og gleymdi hérna það sem ég ætlaði að gera sem að var að sýna ykkur verkefni 2 eins og það er í sýnilegusinni en hérna hún er svona test sem gleymdist áðan, ég bæti því við þá kemur það hérna og það er núna í raun bara það er bara í HTML-inu það er ekkert client-side HTML hérna það er bara CSS og HTML og svo backendi þannig ég reloada og það er hérna ég ger eitthvað svona og ég vista og ef við skoðum hérna network tabin ég vista þá sjáum við hérna post update á 10 requestið það er hérna það er form data ef við skoðum hrátt þá var þessi form data enkóðað og responsið var header sem sagði redirect yfir á forsíðuna svo kláraði ég það með því að haka hérna í og vista það og þá segir það er klárað og svo kláraði ég eitthvað hérna verkefni 2 bæti við því og svo bæti ég við verkefni 2 sýnilaust já ok, ég var búið með það, vista og svo segi ég eyða öllum kláruð verkefnum þá eyði ég þeim, þá er þetta bara eftir og allt hérna á framöndanum bara HTML og CSS öll virkni á bakendanum með Hono sem fer þá aftur yfir í það sem ég var að fara að gera sem að var að sýna ykkur Hono þannig förum bara hérna í temp sem ég var með, temp meitir Hono, create Hono latest target directory, það er bara Hono test og þá fáum við hérna eitthvað svona uppsetningu sem er bara hvar viljum við að þetta keyri og þá getum við séð hérna, við getum keyrt þetta á Vercel sem við ætlum að nota setna í áfanganum fyrir React og fyrir Next.js
við getum látið bara keyra í Node, við getum látið keyra með Next.js á Netlify og þá getum við notað þessi lambdaföll, en við ætlum að nota Node.js og við ætlum að segja að þú mátt installa fyrir okkur dependencies, við ætlum að nota npm, þá sækir hún eitthvað template, installar og segir cd hono test og þá getum við gert hérna ls og þá sjáum við erum komið með eitthvað hérna og það setur þetta bara upp með TypeScript fyrir okkur. Þannig núna ætla ég að opna þetta bara hérna í sjá, var ég ekki með þennan profíl hérna, jú. Draugum þetta hingað, opnum terminalið hér og sjáum hérna, ok, við erum hérna og við erum eitthvað readme, það er bara npm install, npm run dev og þá opnast þá localhost 3000, keyrum það upp, opnum það hérna, þá segir hello hono. Nú ætlum ég að fara sjá svona lokum þessu bara, búin þessu bili, lokum þessu og lokum þessu, skoðum það eftir svona lokum þessum bölvaglöku hérna svona ok, þannig þá förum við hérna í package.json, þá kunnum við núna alveg að lesa package.json og við sjáum að dev segir hérna eitthvað tsx watch source index.ts tsx er þess pakki sem að keyrir fyrir okkur TypeScript og er með svona eins og watch hegðun, þannig að ég get þá gert ykkur breytingu og þá restartar hún servernum. Þannig núna er ég búinn að gera eitthvað hérna, nei, ok, ég fer síðan inn í þetta hér, ég breyti þessu og þá mun hún segja, já, þú breytir þessu, ég ætla að reloada, eins og test-watchi sem við skoðum í senastu viku. Svo erum við með build-skref sem er það sem að við köllum þá í þegar að við ætlum að builda þetta á serverinn okkar, hvort sem það er þá á render eða einhverju annari hýsingu og þá fáum við JavaScript útgáfu af TypeScript kóðunum okkar, af því að TypeScript er í raun bara að bæta við típum, það er ekki í raun það er ekki það sem við keyrum, það er JavaScript er bara JavaScript og JavaScript er það sem við keyrum. Þannig að við þurfum að transpæla TypeScriptin okkar yfir í JavaScript. Og það er gert fyrir okkur hérna með TypeScript Compiler, eða TSC. Og TSC, þess að TypeScript Compilerinn, athuga líka, ok, eru típunir okkar réttar? Erum við að segja að það sem við erum að segja með típunum okkar standist? Þannig að hann gera það sem að Compiler gerir til dæmis fyrir okkur í Java. Svo erum við start sem keyrir þá transpælið útgáfun okkar, keyrir JavaScriptið okkar, ekki TypeScriptið okkar. Ok, þannig að þá séum við hérna source index.ts, það er bara ein skrá hérna og hún er þannig að sé ekkert svakalega flókin. Hún importar serve frá Hono node server, en við getum sótt fleiri leiðir til þess að servera upp Hono. Þetta er fyrir node, þetta getur verið fyrir Netlify eða fyrir Cloudflare, Edgeworkers eða eitthvað. Svo erum við með hérna app-get/ skilar texta hello hono upprópunarmerki. En nú ætlum ég að fara hérna og segja 3 upprópunarmerki, vista, þá reloadaði serverinn, ég fer hérna og ég reloada og ég fæ núna 3 upprópunarmerki. Sér er hérna serve, það segir fetch á að vera app.fetch sem er þá bara hvernig á að sækja og keyra appið okkar, á hvaða porti á það að keyra, porti 3000 og svo er hérna eitthvað callback sem keyrir þegar serverinn er tilbúinn og hann segir bara server is running on localhost 2.info.port sem er þá einn porti sem hann var ákveðið fyrir hérna webforritið okkar og það er í raun það að þegar við núna keyrum upp webforritið, það sem að gerist í stýrikerfinu hjá mér sérstaklega núna og í hýsingar umhverfinu er að við keyrum upp eitthvað application server. Hann segir við stýrikerfið, hæ, ég er appið og ég vil gjarnan fá að keyra á porti 3000.
þá segir stýrikerfið eða hýsingarumhverfið, já, ekkert mál, ég ætla núna að taka eitthvað routing hjá mér sem segir hérna allar HTTP requestu koma inn á þessu hérna porti, þær enda í þessu hérna forriti. Þetta forrit fær þá að vita hvaða HTTP requestu þetta var og getur serverað hana og skila responsi. Skila responsi þá aftur út og stýrikerfið tekur við og sendir það síðan út. Þannig að það alltaf eitthvað svona networking layer sem að liggur hérna undan, sem tekur við requestunni og vinnur á TCP, IP og HTTP og því og allt það, læri meira það að þið farið í eitthvað svona networking áfanga og sendir þetta yfir á applicationið. Þegar við getum alveg verið með server sem að keyra hundruði af einhverjum vefforritum. Þá hvert og eitt vefforrit með sitt eigið port sem það sem að tekur við og vinnur þessa requestu. Og ég geta sagt hérna, ég vil vera portið 3001 og þá segir hún bara hérna frábært, nú ég á 3001 og ég í lúta hér, nú ekki neitt server að keyra á portið 3000, þannig að þá bið ég localhost eitthvað portið 3000, það ekkert, þannig að þá segir Firefox, það ekkert sem við getum establish a connection við, það ekkert sem kann HTTP á þessu sem við vorst að biðja en ef ég fyrir 3001, þá það og þá get ég fengið þetta. Ok, þá get ég verið með þetta hérna, app-get/, þá fáum við sem sagt fyrir get methoduna á /urlið, eða hluturlið, þar að segja, relatífa urlið sem við verðum að biðja þá á að keyra þennan hérna kóða. Og þá þetta svona callback uppsetning og þetta sé hérna eitthvað context. Og þetta context á sér hluti út af því að við erum notað TypeScript, þá get ég bara sett c. Og þá get ég bara fengið body, af því að það body sem kemur úr requestinni. Eða ég get fengið redirect. Ég vil redirecta eitthvað annað. Ég vil rendera eitthvað. Og hérna getum við bara fengið þetta og þetta þá að nota staðalinn. Hérna getum við líka farið í request objectin sjálfan og þá getum við sett rec. Og ég get fengið method, ég get fengið path, queries, query og alls konar. Þannig ég get þá sagt líka bara hérna console.log c.rec. Ok, og nú ætla ég að gera nýja requestu. Þá það ekki að virka. Type error, cannot read private. Ok, rec.method, ég skal það. Það get methoda. Rec.query, það function query. Og þá þurfum við að fara að skoða hérna hvernig notum við þetta. Þannig get ég svona sagt foo jafnt og bar query string, þá fæ ég hérna foo::bar í rec query hér. Og þá spurning hérna, query can get query string parameters. Ok, þannig ég get fengið alla eða ég get fengið nákvæmlega einn. Þannig ég get sagt hérna nákvæmlega foo, þá ger ég hérna og þá fæ ég nákvæmlega bar hér. Þannig ég get notað, fæ ég hérna aðferðir til að sækja upplýsingur það sem var verið að senda í requestum til mín. Síðan þetta context með svona hjálparföll eins og til dæmis text sem skilur það bara texta representation tilbaka. En ég get líka sendt HTML og þá get ég sagt bara hérna p hello og reloada og þá hætti þetta að vera texti að því núna fæ ég tilbaka í network ef ég reloada fæ ég sett response header content type text HTML en ef ég fyrir aftur yfir í text finn nýju requestuna mína þá sjáum við content type text plain þannig að hún og sér svona hluti sem við þurfum ekkert rosalega mikið að spá í eins og að senda rétt content length þetta eru nákvæmlega 13 stafir þá þarf að senda það samkvæmt HTTP rétta content típu dagsendingu og það sem þarf svona til þess að eiga í réttum HTTP samskiptum. Ok, þannig að þetta svona grunnurinn í þessu, en nú ætlum ég aðeins að skipta bara úr þessu, slökkva á þessum hérna server, bara með Ctrl+C, sem bara drepur hann, og loka þessu og opna þennan grunn sem var gefinn fyrir verkefni 2. Sjá. Nei.
svona, ég lokaði bara Firefox, svona og þá erum við með það sama nema þá erum við með hérna eitthvað, hún er að kvarta þegar ég ætla að gera npm install ég ætla að gera npm i fyrir npm install sem því að malla þá er það sama nema nú ætla ég að geta sótt portið úr umhverfisbreytu og umhverfisbreyta eða env-breytur er eitthvað sem ég get sagt, ég get startað forritinu mínu með einhverju ákveðnu sem að segir þá breytilegt port eftir þessu sem svo ég ætla að keyra þetta upp tvisvar ég get ekki keyrt bæði upp á portið 3000 þannig að þannig get ég sendt portið sem env-breytu þannig ég get sagt hérna port 4000 npm run def og þá segir hún env not found þannig ég var líka búinn að gera ráð fyrir því að það kæmi úr hérna env-fæli hérna þannig að byrjum að fjarlægja þetta hérna svona ef ég gera þetta núna þá segir hún hérna hún fann port 4000 hérna úr þessu og startaði þá porti 4000 ef ég gerir bara npm run def þá defaultar hann á 3000 en ef ég bý hérna til skrá sem heitir env og hún er eins og hérna í env example ég set svona port 3000 hér breyti aftur í það sem við vorum með hérna yfir í env-file env og gerir npm run def þá notar hann 3000 fer hér, segir 3001 drep, kveiki aftur þá segjum við 3001 núna er ég búinn að búa til env-skrá environment skrá sem geymir svona upplýsingar keislu breyturnar og í þessu verkefni eru það tvær það eru portið sem við ætlum að keyra á sem er svo sem allt í lagi að skilja bara eftir sem 3000 en það er líka slóðin á Postgres grunnin sem við erum að nota við ætlum að skoða það á eftir það er ástæðan fyrir því að við erum hérna með env-file aukalega í þessu def skrift okkar hérna og í start skriftinu hérna ok síðan erum við með main index hérna og það sækir þá appið okkur hér þannig að núna er index.ts bara að starta servernum sækja appið okkar, starta servernum og láta hann fá appið appið sjálft er allt hérna inn í main.tsx og það er inn í tsx út af því að við ætlum að nota þessi JSX templates og JSX templates eru þannig að þau eru eins og þetta hér hérna er ég með eitthvað c.html og síðan er ég bara að senda eitthvað sem að lítur út eins og HTML í eitthvað sem að ég var áðan að senda streng inn og JSX templates eru sett þannig að þau eru aftur svona transpælaður kóði þar sem að við setjum upp eða Hono setur upp fyrir okkur að þetta hérna þetta resolvast yfir í það sem að er hér það sem er hér er meira JSX að við erum í raun að segja to do page er functional component sem er þetta hérna sem tekur við þessum hérna props og propsin eru hér og skilar þessu skilar JSX, skilar HTML en leyfir okkur að setja breytur inn í JSX okkar þannig að það er það sem við fáum hérna í þessu grunn sem er gefið og svo erum við með týpur þá erum við með export type to do og to do týpan er í raun alveg óskilgreind en við getum sagt bara strax við ætlum að láta title í to do týpinu minni vera með string þess að titleið á að vera string og þá sjáum við hérna að núna fer ég hérna í components og ég er með þetta to do's og ég er að segja að þetta tekur við týpum eða propsum, propertyum sem eru þá bara í raun og veru attribute í HTML við erum að nota það í þessu JSX komponentum að to do's á að vera fylgi er skilgreint hér af to do týpunni síðan fæ ég þessi to do's hérna ef ég fæ ekki neitt þá set ég bara default gildi er hérna tóma fylgið en út af því að ég er núna bara að segja að to do eigi að vera með title string
og þetta hérna tekur við to-do array, að þá fer ég hérna og nú segir TypeScript type number is not assignable to type to-do. Þannig að ég þarf hérna að laga þetta og senda hérna inn raunveruleg to-do. Þá get ég farið hérna og ég ætla að segja bara to-dos. Ég ætla að búa til mína eigin típu hérna sem heitir const to-dos og það ætlar að vera fylki. En nú segir hún to-dos implicitly has type any fylki. Þannig að við erum ekki að búa til eitthvað sem er af einhverju ákveðni típu og þá kvartar hún líka hérna variable to-dos implicitly has an any type. Any er bara allt sem að TypeScript getur hugsað sér og JavaScript í grunninn. Tölum aðeins þetta í sensta tíma og það sem ég vil þá gera núna er í raun að nota TypeScript til að segja þetta á ekki að vera fylki af hverju sem er, þetta á að vera fylki af to-dos. Þá segi ég hérna to-do, tab, importur típunni to-do og svo fylki. Ok, núna er TypeScript ánátt. Þetta hérna á núna að vera fylki sem er eingöngu með objektum sem uppfylla típuna to-do. Ég ætla að segja hérna to-dos, push og ég ætla að segja 1. Þá fáum við strax villu argument of type number is not assignable to parameter of type to-do. Ok, to-do item sama, nema strengur getur ekki verið to-do. Þannig að til að leysa þetta, hverju myndum við þurfa að pússa hérna til þess að fá rétt skilgreint to-do í fylkið okkar af to-do itemum? Nýtt to-do item, og hvernig myndi það líta út? Já, og við þurfum ekki new to-do, heldur getum við nota bara, getum svo sem bara gert það hérna í sérbreytu, to-do er þá eitthvað, og við ætlum að pússa því hér. Og new þurfum við ekki, þegar við búum til nýjan object í TypeScript, þá getum við nota curly brackets, og þá myndum við setja hérna inn title, to-do itemið mitt. Þá sjáum við að það er í lagi, út af því að to-do hérna passar við típuna fyrir to-do. En leiðu ég gera einhverja breytingu hérna að þá fer TypeScript að kvarta og segir title er ekki rétt to-do af því það á að vera með title. Ok, þannig við lögum það og þá sjáum við líka að villan kemur upp hérna þegar ég reyna að taka þennan objekt sem ég bjó til inn í to-do og setja hann inn í fylkið, ekki þegar ég bjó til hlutin. Hafa konstruktor fyrir to-do-típuna, já, en þá komum við að því hvernig hlutir eða þú veist hvernig klasar í raun og veru í JavaScript virka. Þeir eru öðruvísi en í til dæmis Java, að við erum ekki að hugsa konstruktor nema þegar við búum til klasa. Þegar við búum til objekta, þá búum við til objekta. Klasar eru líka objektar en þeir eru búin til út frá class. Þannig að við þurfum í raun ekki að segja það er konstruktor. En við getum svona sem hafa gert það og við munum skoða það í framhaldinu. En hérna get ég líka sagt strax, ég vill að þetta to-do hérna sé to-do. Þá get ég sagt bara to-do, þá fæ ég strax villuna hér. Þá segir hún, já, þú ert að segja to-do á ekki bara að vera einhver objekt, þá að vera nákvæmlega to-do objekt sem er skilgreindur á to-do típunni. Og þá segir hún, það vantar title, þú ert með eitthvað titul, það er ekki til. Og laga það, þá er þetta í lagi. Þá viðhöldum við type safety-inu í gegn. Svo get ég farið í to-do og ég get sagt hérna, já, en to-do á líka að vera með finished og finished á að vera boolean. Ok, flott, ég bæti því við típuna og vista og þá fyrir hún að kvarta hérna og segja, heyrðu, to-do er með title, string, frábært, en það er missing finished. Því ég bætti við típunni finished. Þannig þá þarf ég að fara hérna og ég þarf að segja finished false. Formatum þetta, setjum upp breytið hérna, gerum aðeins svona. Þá er þetta fínlagi, en ef ég segja að þetta er strengurinn false, þá er það ekki rétt, af því að false er ekki boolean, þess að strengurinn false, þannig að við þurfum að vera með nákvæmlega true eða false hérna. Svo getur ég ekki sagt, já,
þarf í raun að vera ekki. Ég vil í raun bara að to do á sér alltaf title. Það verður að eiga sér title, en það má alveg eiga sér finished, en það má líka vera undefined. Þá hugsa ég bara það eins og það sé í raun finished false. Þá get ég farið hérna og ég get sett spurningamerki hérna fyrir framann sem lætur þetta hérna verða optional. Þá má það vera undefined, að þegar þið munið hvernig JavaScript hlutir eru. Ef að ég með object og þess að ég með breytu og ég bið eitthvað sem ekki skilgreint á honum, þá það í grunninn undefined. Þannig að þá get ég strókað þetta út og þá segir bara frábært, þetta uppfyllir skilgreininguna á to do sem title verður að vera strengur og finished má vera boolean eða undefined og bara ekki skilgreint á objectinu sjálfu. En ef ég skilgreina það, og ég segi finished og ég segi 1, þá segir hún nei, þú ert að skilgreina finished, en finished ef það skilgreint verður að vera boolean. Þannig að þarna fáum við í raun leiðir til þess að skilgreina bara nákvæmlega típunur okkar. Síðan get ég aðeins leggjum við með þetta og ég get sagt finished á að vera boolean eða undefined. Þá fæ ég villu. Þegar nú ég ekki búin að segja það optional að vera með lykilinn finished. Ég verð alltaf að vera með finished, en það má vera undefined. Þannig að núna munurinn hérna að ég verð að vera með finished, nema nú má það allir taka 3 gildi, undefined, þetta lagi, true eða false. Alltaf þessu þrennu í lagi samkvæmt TypeScript. En allar aðrar týpur í JavaScript eru ekki í lagi. Þannig að þarna get ég sett týpur á allt öll gögn sem við erum að vinna með. Og þetta í raun bara TypeScript orðin leiðin sem örugglega meira en 80% af þeim forritum sem eru skrifuð í JavaScript í dag eru skrifuð í TypeScript og svo transpæluð yfir í JavaScript. Og Node 24 komið leið til þess að geta keyrt TypeScript skrár og það sem þau gera þá í raun bara að segja já, allt þetta hérna sem þú ert að segja, öll þessi metadata hérna, 2.to-do fyrir típunar, þetta í raun og veru bara einhverja metadata sem þá bara TypeScript, eða sem Node parserinn kann að parsa en strýpar bara í burtu og hugsar ekkert validator ekki típunar okkar áður en að forritið keyrt. Þannig að við getum verið að segja að þetta á að vera boolean en svo það strengur og Node alveg sama. Það bara keyrir það eins og það En TypeScript mun ekki compila einhverju sem með TypeScript villum í. Ok, þannig að þetta hérna. Svo erum við með svona smá database pælingar hérna og hérna eins og ég sagði áðan erum við með það sem við þurfum til þess að búa til gagnagrunninn. Þannig að þetta hérna SQL skipun sem við getum keyrt til þess að búa til töfluna ef hún ekki til í gagnagrunnum sem við erum búin að búa til sem að býr til þessar dálka sem við viljum nota. Svo erum við hérna með select sem að sækir öll to-doin okkar, raðar þeim eftir finished, ascending, þess að nýjasta fyrst og klárað ascending, þau sem eru ekki kláruð fyrst, created descending, þannig að nýjust fyrst. Svo getum við búið til, uppfært og eitt stöku eða eitt öllum þar sem að þau eru kláruð. Og svo erum við með hérna eitthvað validation og hérna ætlum við að nota SOT til að búa til þetta SOT skema. Ég ætla ekki að skoða það neitt í dag, þannig að nú ætlum ég að taka smá pásu og svo ætlum við að fara skoða hvernig við setjum upp gagnagrunninn og hvernig við notum JSX aðeins meira. Einhverjar spurningar í lokin á þessari yfirferð?